Gaman að sjá margir konur og kunnuleg andlit. En ég sem sagt ætla að fjalla bók lífsins með Power Platform. Þetta var svolítið viljandi að hafa þetta pínu loðið lýsinguna enda því að veit allir hvað 365 eða Azure og fólk verðist ekki alveg en það voru að kveikja hvað þetta Power Platform en það sem sagt ég ætla að útskýra hvað það og fleira. En ég ætla að byrja smá sögu hvernig ég byrjaði í tölvubransanum. Það var fyrir 20 árum síðan eða svo, 21, 99, þá var ég búinn að vera 7 ár og ég fæ símtal og ég býð þá í Vestmannaeyjum og þá var þess að eitt tölvufyrirtæki í Vestmannaeyjum það sem tölvun og þá var það maðurinn þar, Davíð Guðmundsson, hann hringir í mig og hann að bjóða mig vinnu. Það var mjög skemmtilegt því að ég hélt eiginlega að hann var að fara að hringja og skamma mig og þá var internetið svo hægt en þegar maður var að downloada þá á netinu þá snýrist einhver svona wordlista sem maður sótt á yrkinu og svo gæti maður valið sér hluti úr þessum wordlistunum yfir geisladisk. Svo tók maður þessa geisladiska og endur seldi kannski í Vestmannaeyjum og setti svolítið meiri sjálfverkni í geisladiskana. Þannig var maður byrjaður að skrifta fyrir 20 árum síðan áður en maður byrjaður í bransanum. En ég hef hætt að sjónum, fór að vinna í tölvunni í Vestmannaeyjum og svo er ég búinn að vera í næstu 20 ár með að gera alls konar sjálfverkni lausnir en ástæðan fyrir því ég ger alltaf lausnirna sjálfverkar er einfaldlega út af því að maður eiginlega bara nennir ekkert að gera þetta aftur og aftur. En maður stillir þetta bara einu sinni og lætur hlutinu bara vinna vinnuna fyrir sig. Og þannig þarft þú að gera sem minnst. Og ég man bara eftir því að löngu áður en öll þessi þægilegu tól voru komin í dag og maður var að nota eitthvað svona BAT-skriftur eða VAF-B-skriftur til þess að gera lífið auðveldara. Þá urðu allir svo strax ánægðir með það. Maður kannski biður að senda skýrslu einu sinni og taka saman einhver gögn og maður ákveða frekar í rauninu að gera þetta einu sinni, maður örugglega beðinn þetta aftur. Að setja þetta bara strax upp sjálfkrafa og þá strax urðu allir miklu meira ánægðir og það þurfti ekki að biðja þetta og þetta kom bara sjálfkrafa. Og þannig hefur maður verið að þróa lausnirnar í gegnum tíma. En svo er ég að vinna í Sensa og við erum með svona fullt af kerfum. Það er eitt kerfi fyrir tímaskráningu. Það er eitt kerfi fyrir, ef þú ætlar að vera frí og svo hópurinn sjáu það. Svo er eitt kerfi fyrir sumarfrísdaga og eitthvað svona. Og ef maður ætlaði að fara í sumarfrí þá þurfti maður að skráða þessu upplýsingar í öll þessi kerfi. Og mér fannst það bara mjög leiðilegt. Ég hlýt að vera ykkur einfaldri leið til þess að gera þetta. Og eins þegar maður er að onboarda með nýja notendur, það er svo mikið handvirkt ferlið, eins og niður í Sensa þá voru þetta ykkur 15 mismunandi kerfi sem þurfti að stofna notendurnar í. Þannig að það var svolítið mikil vinna. Og maður sá þá mikið hvað það hjálpaði að gera þessi ferlið svona sjálfkrafa og þá hætti líka mistökin að vera og mistökin að vantaði notandi eitt grúpa og kannski mistökin sem kom ekki í ljós þá fyrir löngu seinna og var kannski ekkert endilega hægt að reikna inn í sem vandamál við onboarding-ferlið þetta var bara eitthvað sem gerðist og enginn vissi okkur og ég vil bara það leiði þeirra tilfallandi. En ég fór að skoða Power Platform og leiði þau sá hvað hægt að gera mikið í Power Platform. Það hugsaði bara, já, ég er bara búinn að vera vinna vitlaust bara síðustu ár. Núna ætla ég að læra að vinna betur og fór að stúdera Power Platform svolítið út í gegn. Og það er það sem ég ætla að tala En út af því ég er búinn að vera að vinna svo lengi í Skype og Teams og svoleiðis, þá sá ég alveg að það var kannski ekki endilega betra að nota automation í allt út af því það er svo mikið til fyrir í þessu kerfum sem maður átti. Ég fekk mér 365 leyfi, ég geti fengið heilt ár í 25 def leyfi, bara þess að leika með þess að gera svona alls konar lausnir. Það er alveg ótrúlegt að maður googla netið, finnur maður bara, ég googlaði bara trial E5 og þá fann ég heilt ár að trial. Og núna er ég búinn að vera næst í heilt ár að þróa þessar lausnir og gera ýmislegt svona í kringum það. Þannig ég ætla að tala það, hvernig ég gerði það. Fyrst ætla ég að sýna okkur ég notaði Teams í staðinn fyrir að vera að nota Flow eða Power Automate til þess að taka sundur tölvupósta því að eins og ég segi það sem mikið innbyggt í 365 þannig ég hugsa að það væri bara gott að nota það kannski betur og svo ætla ég aðeins að fara yfir uppáhaldsflow mín og hérna sjá ég screenshot af ég var með því að í vinnunni og þurftur að taka með þetta ákvörðun klukkan korter yfir 11 hvort þú ætlaðir að labba yfir í mötunetið eða ekki. Þannig að korter yfir 11 fekk ég alltaf post sem hún sótti bara úr SharePoint listanum og sendi mér skilaboð í úrið mitt og þá geti tekið með þetta
ákvörðun hvort ég ætlaði að labba yfir mötuneytið eða ekki. Eins og þennan dag voru grillaðar pylsur, þá fór ég í mötuneytið. En ég ætlaði að nota Teams og Power Automate til þess að taka í sundur tölvupóstana og til þess að geta flokka þá. Eins og hérna ég með mörg börn í grunnskóla og með mörg börn í grunnskóla þá getur við verið að fá eins og einu föstudegi, það fekk ég kannski 8 mismunandi skjöl og inn í þessu skjölum voru kannski 3 mismunandi tímasetningar hjá mismunandi börnum sem þurfti að muna. Þannig að pælingin hjá mér var alltaf að nota Flow til að taka skemmtilegu tímana eins og kalendrið og setja það yfir í kalendrinu hjá mér svo ég þyrfti ekki að gera það og ég þyrfti ekki að vera að muna þetta. Þannig að ég byrjaði, en svo sá ég að það var svolítið mikið vinna í hvers, þetta er svolítið margir tölvupóstar og það getur verið mörg viðhengi og mikið vesen að vera svona automate þetta beint upp úr Gmailunum minni. Ég vildi ekki vera að færa þetta yfir í hérna 365 út af því að þetta er náttúrulega persónulífið mitt en ekki hérna vinna mín. Þannig að ég vildi hafa þetta samt svolítið eins. Þannig ég ákvað það ef ég notaði þessar channels í Teams og forvitaði bara úr Gmail eins og hver skipti ég fæ post frá mentor eða kemur sníkla póstur frá póstinum þegar ég er í svona rafræniskönnun og þá fer þetta bara allt inn í sitt síló, inn í Teams hjá mér og þá er hún með þetta svona sortur á. Hérna sér maður í rauninu bara skjölin sem að koma með, þannig í staðin fyrir að gera Flow á nýjan tölvupóst í Gmail þá get ég gert núna bara Flow á nýtt skjal inn í Teams rásina og þá get ég látið sjálfvirkni koma áfram þaðan eitt frá. Ef þetta er til dæmis pósturinn minn og þetta er PDF-skjal með reikning þá gæti ég í rauninni notað innbyggða gervigreind í Azure til þess að segja mig hvað er á reikningunum og setja ná viðkomandi stað í bókhaldið því að þetta er náttúrulega ósortur gögn út af þau koma í sníklapósti og verið þar alveg ekki eins mikið sorturið. En ástæðan fyrir ég nota alltaf með sem dæmi er út af því að mér finnst svolítið erfitt að útskýra hvað er hægt að gera með Power Platform og fyrirtækin finnst þetta oft svolítið of gott þess að vera satt. Þannig ég ákvað svolítið að setja mig upp sem fyrirtæki þannig ég geti sýnt þetta svolítið á þann máta og allir geti séð það sem ég verið að sjá. Svolítið svona sjá ljósið í Power Platform. Og þá lítur þetta svolítið svona út í Teams og hérna erum við með úr mentor mikið sem að færa frá skólum og þetta er ýmiss konar upplýsingar og þetta er líka svo þægilegt út af því að í Teams það fær maður alltaf tilkynning líka í úrið og í síman. Þannig í staðin fyrir að vera að leita alltaf eftir þessum upplýsingum á mörgum stöðum það er í rauninu bara sestirna við hliðina, í rauninu allar channelinnar það er bara eins og skattmann og allt frá skattinum eða mentor eða LinkedIn. Þetta hefur bara eða börnunum, þetta hefur allt sína rás og öll gögnin safnast þarna undir og svo þegar maður ítir á gula takkan þarna uppi sem er SharePoint og þá lítur þetta bara svona út. Þá er í rauninni Office 365 búin að greina gögnin á þess að ég sé nokkuð byrjar að vinna neitt með Flow eða neitt út af þetta er í rauninni bara innbyggt í 365 að þegar það koma gögn inn í Teams að fara þau sjálfkrafa yfir í SharePoint og þau eru greint af innbyggðri gervigreind í Office 365. Þannig að þarna sparaði mér rosalega miklu vinnu sem ég ætlaði að gera í Power Automate með því að nota bara innbyggða greindinni sem er inn í Teams. Og það er rosalega þægilegt að vinna með persónulega gögnin sín svona öll á einu stað. Maður er bara að skoða eitt app og kannski ekki komum ennþá með sjálfvirknina yfir en þetta er allt í vinnslu. Hérna gerði ég með teikningu að því hvaða væri sem að þegar maður byrjar að hanna svona kerfi og það er alltaf svolítið að sittast niður og segja hvað er það sem við ætlum að gera í þessu, hvaða vandamál er það sem við ætlum að leysa. Þannig að hérna eins og eitt dæmi hjá mér var, þú getur búið til reglu á, ef þú fær til dæmis innkaupa pósastreymilinn, þá ef þú notar til dæmis Síminn Pay eða Netgyro og eitthvað, þá færðu pósastreymilinn í tölvupósti. Og þá geti í rauninni búið til reglu í Flow út frá þeim tölvupósti sem þau taka vörurnar og setja inn í ísskápinn sem eitthvað svona lagar. Þannig að það höfður búið til sjálfkrafa greiningu á hvað væri til í ísskápinn hjá þér eða eitthvað álíka. Eða tekið bara eins og bankagögn og fleira og greint svolítið út frá því og búið það til svona hálfgera Facebook tímalínu af gögnunum þínum. Þetta er eins og maður er með líka svolítið mikið af gögnum. Maður er kannski með hreyfinguna í úrinum, maður er með hreyfinguna í símanum og maður vantar svolítið að hafa öllu gögn á einu stað til þess að geta verið með yfir sínunni á þetta. Og þá fann ég Power Platform og í Power Platforminu þá ertu með öll þessi forrit sem að flesti þekkja. Ég veit að rosa margir eru að nota Power BI því að það er náttúrulega búið að vera mjög ofarlega fyrir skýrslur og analytics hjá Gartner alveg mörg síðust árin.
Svo ertu með þess að Power Automate sem það sem kallað Flow áður, alltaf að rýbrenda allir svo gögn. En það í rauninni það sem ég nota mest til þess að tala á milli kerfa. Því að þetta í rauninni bara AB að tala við ABBA-in, þannig að nánar út í það eftir. En það sem gott við Power-plattformið að í grunninn þá nota það sem kallað Common Data Model sem í rauninni oft miskilið við eins og CDS-in sem þá Common Data Service. En Common Data Model í rauninni bara svona blueprint á því hvernig gögn eiga að líta út. Og í staðinn fyrir allir forritinu sé alltaf að búa til mismunandi nöfn yfir alla reitina í forritinu sem var að búa til, og snýst þetta svolítið að reitirnir heiti það sama. Þegar notandi alltaf notandi, hann hefur alltaf símanúmer og hann hefur e-mail og kennum til og þessi reiti. Og svo þarf við hliðina þar með þess að Common Data Service. Og það sem Common Data Service eins og við segja þetta í rauninni bara API. Og út af þessi API í skínu, þá rosalega auðvelt að tala við það. Alveg sama hvar kerfið þitt start, hvort þú sért með kerfið þitt on-premise eða hvort það sé í einhverjum öðrum skíaþjónustu eða hvað sem því að það sem góða við þessi skí alltaf svo auðvelt að tala við önnur skí. Því að öryggið vel bara innbyggt í samskiptunum með certificatum með hvernig það Og þess að Common Data Service það í rauninni bara þess að tilbúin lausn sem þú þarft í rauninni ekkert að vera að hafa áhyggjur af. Því að þetta jú í Azure og þetta bakkað upp inn í 365 og þú getur fengið sandbox umhverfið til að vera með þróunar umhverfið, þú þarft ekki að vera að gera breytingar á lifandi umhverfum. Og þetta í rauninni, CDS-in ekkert annað heldur en Azure Blob Store, einhver database og fullt af einhverjum púlum. Og inn í því, það getur geymt í rauninni hvað sem það getur verið gagnagrunnur, þetta getur verið hvað sem en svo bara spurningum hvar gögnin eða hvar þú vilt hafa þau. Það er svona allt snýst að gera góða teikningu af þessu þegar maður að byrja. Eins og segja, Common Data Service og svo náttúrulega það sem góða við Power-plattformið og CDS-ið og þetta allt partur af Azure og þetta í skíinu og þá mjög líklegt að þú getur fengið í rauninni allar þær tengingar. Eins og segja, CDS-in svolítið bara það besta úr Azure en í rauninni gert fyrir svona analytics og svona öppin. En við förum kannski bara aðeins yfir söguna á Power-plattforminu. Eða í rauninni hvaða var sem hvernig þetta þróaðist. Það að flestir þekkja úr þessu Power-plattformi þessi CRM-in, eða Customer Relation Management tólið sem allir voru með fyrst inn í Outlook. Og svo hefur það tól þróast alltaf yfir árin og núna síðast breyttu þessu 2017 yfir þetta heitir Dynamics 365. En núna í rauninni bara CRM-ið orðið bara eitt app inn í Power-plattform hljóðum, í rauninni bara Power App. Og nú komið miklu meira, þetta ekki lengur bara CRM-in sem með hann inni. Það til svo rosalega mikið af tilbúnum lausnum sem í rauninni fyrir alla hluta IT-bransans eða businessins. Hvort sem þú sért með til sölur og þá þetta bara svona tilbúin kerfi og í þessu tilbúin kerfum geta verið alls konar Power BI skýrslur eða app sem tilbúin í símanum eða bara í rauninni hvað sem og þannig flowin og þegar þú kaupir þetta til svona Microsoft búin að búa til fullt af þessum pökkum svo getur þú bara tekið það til þín og byrjað að sérsnýða að þínum þörfum. Dæmi nokkur Þetta svo mikið að þóttum að sé ráðgjafi í þessu, þá getur aldrei verið kannski ráðgjafi í öllum heldur maður velur svo svolítið eitt svið og eldur í því eins og ég ætla að vera svo mikið í Power Automate og Flow og þannig en samt með haldbæra þekkingu á því sem til maður sé ekki í rauninni að búa til sömu hlutina aftur og þarna undir þessu í rauninni öll þessi upp, þetta í rauninni bara byggir ofan á Power plattforminu en í rauninni bara eins og kemur frá AppSource og hefur í rauninni tengingar við allar þessar helstu Azure þjónustur. En svo nýtum nú tímanum að þess að fara yfir uppáhaldsflowið mín, þá þetta sem sagt gott dæmi flæði gagna hjá mér.
Hérna ég með allt sem að við kemur hérna, hvort sem ég sé að taka myndina mína á símanum mínum, eða hvort sem ég taka myndina á myndavélunum minni, eða hvort þessi myndin sem ég fæ frá öðrum eða myndin sem eru sendar. Þetta fylgir allt einhverju ákveðnu svona ferlum. Og hérna sem sagt gott dæmi Flow fyrir ljósmyndina mínar. Þá bara, sem sagt, þegar ég tek nýja mynd á síman, þá gerist eitthvað ákveðið. Og þá getur látið mjög margt gerast. Og eins og síminn hefur líka mörg svona automate-tól með sér og þannig að það ýmsir margir möguleikar. Eins og til dæmis, þú getur sendt myndina yfir í Azure, látið þið describe myndina, þá getur hann sagt þér allt sem er á myndinni. Til dæmis, ef ég tek mynd af sjálfum mér svona, þá myndi standa man taking a selfie on his camera eða eitthvað hálflega. Og svo getur þú safnað öllum þessu upplýsingum saman í gagnagrunn og þá kannski ert ekki í sömu vandamálum með að finna myndirnar eða getur það búið til apps sem eins og mörg þessu apps sem eru til sem er kannski myndir frá þessum degi eða sett þetta inn í þessa stóru Facebook tímalínun mína sem er þá bók lífsins. En þetta er bara spurning hvernig þú ætlar að nota þetta. Og það sem mér finnst skemmtilegast að nota Flowið í er að taka svona löng og erfið ferli eins og ég vann mikið með Skype og Teams og þá þarfst að búa til símanúmer og það getur verið í þessu kerfi og þú þarft að vita hvort það sé on-premise eða on-cloud og alls konar stillingar og attributar sem þú ert að setja inn. En þá er það miklu auðveldur að vera bara með þetta í einu Flowi. Það kemur eitt samþykkta póstur og það er í rauninni tæknimaðurinn þarf aldrei að gera neitt og það er búið að gera alla vinnina fyrirfram bara með konfegi. Og gera þetta svona skemmtilega. Þetta er bara screenshot af samskiptaferlinu þegar einhver var að sækja símanúmer og ég vildi, þegar þetta eru sjálfkrafa þá hefur í rauninni engan getur kannski ekki fylgst með því hvað að gera hvort allt inn í símanúmer er búin, þannig að gott ofta að setja samþykktaferli inn í þetta þannig að kannski bara allir konum með símanúmer og allt búið og enginn veit að það þarf að gerast þetta þegar það er ekki búið að semja næsta ferlið í sjálfvirkninni. Og svo er eins og hérna, svo ertu með í rauninni líka möguleikann á tökkunum og tökkunni getur verið annars vegar físiskir eða bara app í símanum. Og eins og hérna, þá var þetta, kallaði þetta sig uppáhaldsflowið mitt fyrir utan myndaflowið, það var hérna, svo maður geti alltaf verið vel upplýstur hvað væri í matinn. Eða þegar, eins og var í gamla vinnustanum, þá varst kannski út úr húsinu daginn, þá getur þrekla að senda tölvupóst á eitthvað sem heit viðvera@fyrirtæki.is en þá var þægilegur fyrir mig að búa bara til Flow sem sendi tölvupóst á viðvera og þá gæti ég bara verið með texta með því sem átt að vera. En já, en þetta er ástæðan fyrir því að ég vildi predikara þetta, þegar ég sé ljósið, ég sé hvað Power Platform getur gert. Mér langaði bara aðeins að sýna að í rauninni, það er allt hægt, maður þarf í rauninni bara að detta það í hug. Því að það er í rauninni bara hugmyndulega flögu sem ræði því hvernig þú vilt gera ferlinn og hvernig þú getur besta ferlinn. Og já, ef það er ekkert fleira þá ætla ég bara að segja það gott.